Elliðastöð svæðið þar sem rafstöðin og þar sem við virkjum áður vatnsaflið og núna þegar þessi virkjun ekki lengur í notkun þá viljum við nota svæðið og halda áfram að virkja sköpunarkraftin. Þetta svona áfangastaður náttúru og orku þar sem fólkið og borgarbúar og gestir koma hérna til að njóta náttúrunnar og fræðast orku og vísindi. Við erum að kenna hvaðan við fáum orkuna og hvernig við notum hana og hvernig getum við mögulega tekið betri ákvarðanir orku í framtíðinni þegar við viljum vera svona aflvaki sjálfbærar framtíðar þar sem við notum endurnýjanlega orkugjafa og erum að nýta auðlindir jarðar bara svona í jafnvægi við náttúru jarðar sko. Þannig að við erum að fræða rafveituna og þá hvernig við sækjum og framleiðum raforku og flytjum hana. Við erum að fræða heita vatni, hvaðan við fáum jarðvarma og hvernig við flytjum það líka og við fræðum líka vatnið, kalda vatnið og svo líka fráveituna og gagnaveituna líka, ljósleiðara. Við höfum verið með bara sem leiðarljós hérna frá því að ég hóf störf þá ákvað ég að innleiða bara STEAM-nálgun í menntun þar sem við samþættum vísindi, tækni, verkfræði, listir og stærðfræði. Þá er fólk að hugsa hvernig getum við leyst stórar áskoranir sem mögulega koma í framtíðinni, við veitum það. Bara hvernig getum við verið tilbúin til að takast á við þær. Þannig að við höfum líka verið að vinna mikið eftir hönnunarhugsun hér. Þannig að við setjum krakkana sem koma í heimsókn í hönnunaráskoranir. Þannig að þau bara fá, hérna vatnsdropi og þá koma honum frá Gvendabrunnum heim í vatnsglasið þitt. Og það er kannski bara zipline. Og þau þurfa að finna leið til þess að gera það. Svo erum við með kúkabangsa sem eru mjög vinsælir. Örugglega besta fjárfesting sem ég hef nokkurn tímann gert að kaupa þessa kúkabangsa. En þá er það að hvernig getur þú komið þessum kúkabangsa frá klósettinu heima þér í hreinsistöð. Þau eru að reyna að finna út úr því, spjalla saman í hópum, leysa áskorun á meðan mitt markmið var að kenna þeim hreinsistöð. Ef ég hugsa í heildina bara vísindamiðlun, hvað við erum að gera hér, þá erum við að auka traust á vísindi og vísindalega rannsóknir og það er það sem við þurfum að gera sérstaklega á svona óvissutímum í heiminum því að þannig verða miklar framfarir. Það er með samtakamætti margra og þegar það er lagður peningur í vísindi og framþróun hluta og það er alveg það sem er svona minn drifkraftur hér. Það er að með því að vera að auka áhuga og kveikja neista á orku og vísindum að þá erum við bara að undirbúa fólk fyrir stóru áskoranir framtíðarinnar.